Góðan og blessaðan daginn, velkomin öll til fundar, hvoru tvekja hér í Keflavík eða þið sem eru hér í beinu streymi. Við erum komin til aðalfundar Ísavía og ætlum að ganga hér til fundarstarfa þegar að græjurnar fara að virka hjá þeim félögum. Það er ekki hægt að snúa glærunum hérna. En ég ætla nú samt einhvað síður að setja fund og leyfi mér hér að birta dagskrána eins og hún liggur fyrir okkur í dag. Og fyrsta verkefni okkar er að kjósa fundarstjóra og fundarittara og ég ætla að leyfa mér að stinga hér upp á Ernu Hjaltesteð sem fundarstjóra og Andra Frey Stefánsinni sem fundarittara. Þetta er svona gamall standard og ég vænti þess að þetta sé ákaflega vel tekið. Er aðrar uppástungur? Svo er ekki og þau eru þá rétt kjörin til þessara trúnaða starfa og gera svo vel að þú tekur við stjórn fundarins. Góði fundamenn, ég þakka traustið og þá snúum við okkur bara að aðalfundarstörfum. Ég vil byrja á að staðfesta lögmæti fundarins en boðað var til hans með tölvupósti til hluthafa 12. mars síðastliðinn og í fundarboði fylgdi dagskrá fundarins í samræmi við 8. grein samþykktarfélagsins. Og fulltrúi fjölmiðla og alþingismönnum hefur verið boðið á fundin í samræmi við samþykktirnar með fundarboði sem sent var út annars vegar 12. mars og hins vegar 21. mars. Og fundinum er jafnframt streymt. Og samþykktir félagsins gerir ráð fyrir því að fyrirspurnir séu lagðar fram skriflega fyrir aðalfund og engar fyrirspurnir bárust fyrir þennan fund. Og fulltrúi hluthafa samkvæmt umboði er Steinunn Sigvaldadóttir frá fjármála- og efnahagsráðuneytinu en hún hefur fullt umboð til að sitja fundinn og fara með atkvæði hluthafans á fundinu. Gerir fulltrúi hlutafans einhverja athugasemdir við fundarboðið? Engar athugasemdir koma fram og er því úrskurðað fundurinn sé lögmætur. Og þá göngum við bara til dagskrár sem er hér uppi á skjá. En næst á dagskrá byrjum á 3. dagskrárlið sem er skýrsla stjórnar og Kristján Þór Júlíusson, stjórnarformaður félagsins, mun flytja skýrslu stjórnar. Gjörðu svo vel, Kristján. Þakka þér fyrir Erna. Hér er á glæru svona yfirlit yfir starfsemi félagsins á liðnu starfsári í hnotskurn og eins og þessi glæra ber með sér að þá er á öllum þessum sviðum sem hér er drepið á glærunni töluverður vöxtur í allri starfsemi innan vébanda fyrirtækisins og við sjáum það að gangur í öllum þessum þáttum er jákvæður, góður og þessi mikli vöxtur sem að þarna ræðir gerir kröfur og er mjög krefjandi verkefni fyrir alla sem að þessari starfsemi koma og því gríðarlega mikilvægt að halda vel á spöðunum í þessari starfsemi. Þetta kallar á mjög mikla yfirlegu og natni, jafnframt sömuleiðis þekkingu og ekki síður reynslu í þeim verkum sem að við að fást hverju sinni. Eins og glæran ber með sér að þá voru fjárfestingar í samstæðinu rúmir 18 milljarðar króna og þetta er stærsta fjárfestinga ár í sögu félagsins. Samstæðan fjárfesti fyrir þessa fjárhæð og þar af runnu tæpir 17 milljarðar króna til Keflavíkurflugvallar. Og ef við lítum til síðustu 10 ára þá hefur verið fjárfest fyrir rúma 105 milljarðar króna hjá samstæðu Ísavía og þar af liggja 96 milljarðar króna á Keflavíkurflugvelli í fjárfestingum þar. Þessi staða, þessar miklu fjárfestingar eru í grunninn mjög lýsandi fyrir stöðun á Keflavíkurflugvelli síðustu árin, þar sem eftirspurn frá notendum flugvallarins eftir auknum afköstum hefur verið gríðarlega mikil. Til að mæta þessum vexti á Keflavíkurflugvelli hefur til þessa verið lögð sérstök áhersla á forgangsraða fjárfestingum í afkastaaukningu til að mæta þörfum viðskiptavina vallarins. Í dag er aftur á móti unnið að því að forgangsraða framkvæmdum í þágu þess að bæta þjónustu við farþega og þá ekki síst við tengifarþega
sem að leið eiga Keflavíkurflugvöll. Árið 2023 var stefna móðurfélagsins uppfærð og við það tilefni var lögð sérstök áhersla á að árið 2028 ætlaði móðurfélagið sér að vera búið að byggja upp getu í félaginu til að styðja við áætlaðan framtíðarvöxt flugfélaga sem veldu Keflavíkurflugvöll sem tengistöð. Stjórn félagsins hefur skilgreint tilgang félagsins á þann veg að það muni leiða flugvallarsamfélag á Keflavíkurflugvelli sem stuðli að auknum lífsgæðum og aukinni velsæld á Íslandi. Lykil hlutverki í þeim efnum mun uppbygging tengistöðarinnar gegna. Í síðustu viku var formlega tekin í notkun einn stærsta framkvæmd fyrirtækisins frá upphafi, en það var fyrsti fasi svokallaðrar Austurálmu. Byggingin sú fyrsti vísir að því að gjörbylta möguleikum núverandi flugstöðar til að þjóna tengiflugi á Keflavíkurflugvelli og með mun skilvirkari hætti heldur en verið hefur. Tengiflug og tengifarþegar leggja grunninn að þeim mikla fjölda flugtenginga sem að hægt að bjóða upp á Íslandi í dag og þær hafa með beinum hætti þar að leiðandi áhrif á hagvöxt og þar með lífsgæði og afkomu okkar hér á landi. Og ég vil bara nefna það hér að það var gríðarlega mikil ánægja því fylgjandi að fá tækifæri til þess að fylgja þessari framkvæmd úr hlaði. Ég vil nefna það sömuleiðis hér við þetta tækifæri að stjórn félagsins hefur unnið að mínum mati mjög vel saman, samhent og stutt vel við þau uppbyggingar áform félagsins og flugvallarins sem ég hef verið að lýsa hér. Enda þetta algjört lykilatriði að takist vel til við það þegar að slík verkefni í gangi, þegar að við höfum það markmið að tryggja í sessi þann árangur sem að fjöldi farþega sem að sækjur okkur heim hefur náðst og á erindi til vallarins. Ég vil nefna hérna líka þrátt fyrir allnokkrar sviptingar og breytingar í stjórn félagsins að þá komu 2 nýjir stjórnarmenn til liðs við gamla hunda og féllu mjög vel inn í hópinn og við áttum mjög gott samstarf allir þessir aðilar sem þó komu nýjir inn með nýja þekkingu inn í stjórnarstörfin. Ég vil nefna það hér sérstaklega. En þrátt fyrir góðan rekstur og afkomu móðurfélags Ísavía á síðasta ári og metnaðarfulla rekstraráætlun fyrir þetta ár, þá umfang nauðsynlegra framkvæmda af þeirri stærðargráðu að efnahagsreikningur félagsins mun ekki standa undir þeim framkvæmdakostnaði sem þarf til að ná núverandi markmiðum sem við höfum sett fyrir Keflavíkurflugvöll með áframhaldandi styrkingu flugtenginga að leiðarljósi. Þetta með öðrum orðum þýðir það óbreytt uppbyggingar áætlun félagsins það metnaðarfull í tíma og kostnaði að það óhjákvæmilegt ef að halda henni óbreyttri að styrkja félagið með auknu hlutafé. Því mikilvægara nú en nokkru sinni fyrr að eigendafyrirsvar félagsins, fjármála- og efnahagsráðuneytið fyrir hönd ríkisins kunni skil á ný uppfærðir stefnumörkun móðurfélags Ísavía. Nýrrar stjórnar býður það verkefni að upplýsa eigendafyrirsvarið vandlega áætlanir félagsins og gefa hluthafanum þannig góðan grunn til að taka upplýsta ákvörðun framtíðar áform móðurfélags Ísavía. Mikil tímamót urðu í rekstri félagsins þegar að stærsti viðskiptasamningur í sögu þess að gerður rekstur fríhafnaverslunar á Keflavíkurflugvelli sem hefur verið rekinn af ríkinu eða fyrirtækjum í eigu þess frá árinu 1958. Á síðasta ári tók stjórn ákvörðun í kjölfar forathugunar og markaðskönnunar á evrópska efnahagssvæðinu að bjóða út rekstur fríhafnarinnar. Könnunin benti til þess að verulegur fjárhagslegur ávinningur væri fyrir félagið að fá öflugan rekstraraðila með mikla reynslu og þekkingu af rekstri fríhafnaverslana allan heim til þess að reka fríhafnaverslanir á Keflavíkurflugvelli. Niðurstaða þess útboðs lá fyrir á síðasta ársfjórðungi ársins og varð þýska fyrirtækið Heinemann
hlutskarpast út frá þeim valforsendum sem lagðar voru til grundvallar útboðinu. Gert ráð fyrir því að fyrirtækið hefur rekstur á Keflavíkurflugvelli í maí á þessu ári. Á liðnu ári var unnið áfram að verkefnum sem snúa að góðum stjórnarháttum, uppfærðar voru siðareglur og þær gefnar út á árinu, gerðar voru breytingar á samþykktum félagsins til að þær uppfylltu betur markmið góðra stjórnarhátta og þá var unnið að uppfærslu eigendastefnu móðurfélags Isavia gagnvart dótturfélögum þess. Ég vil svo hér undir lok máls míns segja það að það hefur hvort tveggja verið mikill heiður og ánægja að hafa fengið tækifæri til að sitja í stjórn Isavia ohf. Stjórnarmenn koma að því borði með fjölbreytta þekkingu og ólíkan bakgrunn og ég vil þakka þeim sérstaklega fyrir árangursríkt og metnaðarfull samstarf í þágu félagsins. Ég vil sömuleiðis fyrir hönd stjórnar þakka öflugu starfsfólki félagsins fyrir árangursríkt starf í síbreytilegu og ekki síður krefjandi starfsumhverfi. Ég þess fullviss að reynsla og þekking, jafnt innan félagsins sem utan, muni skila Íslandi fram á veg og auka lífsgæði og þar með velsæld okkar allra í okkar ágæta landi. Kærar þakkir. Kærar þakkir Kristján fyrir þetta. Við erum þá komin að lið 4 á dagskránni sem uppbygging Keflavíkurflugvallar og Sveinbjörn Indriðason forstjóri mun fara yfir þann lið. Gjörðu svo vel, Sveinbjörn. Fulltrúar hluthafa og góðu gestir. Ég ætla að nota tækifærið og fara aðeins yfir hérna það sem framöndan á Keflavíkurflugvelli og mikilvægt að svona stundum þar sem við fáum tækifæri að tala beint við hluthafana okkar að segja aðeins frá því hvað við erum að gera og þess vegna ætla ég að byrja því líka að fara örstutt yfir stefnu, hlutverk og framtíðarsýn félagsins. Stjórnarformaður gerði því ágætis skil áðan þannig að ég ætla ekki að staldra neitt allt og lengi við en það sem er mikilvægt að benda á er það að sem sagt það er mjög auðvelt að detta niður þá gryfju að líta svo að við séum að reka flugvöll og séum að höndla svolítið með steypu og malbygg sem við klárlega gerum og það er gríðarlega mikil og stór verkefni fólkin í því. En stjórn félagsins hefur skilgreint í raun og veru tilgang félagsins á þann hátt að við séum að leiða flugvallarsamfélag sem eykur lífsgæði og velsæld á Íslandi. Og þetta er náttúrulega risastór setning og í fyrsta lagi að þá erum við farin að taka inn flugvallarsamfélagið en það kom mér sjálfum á óvart að þegar ég komst að því að starfsfólki í Isavia og Keflavíkurflugvelli töluvert innan við 20% af öllu því starfsfólki sem kemur með einum öðrum hætti að rekstri Keflavíkurflugvellar. Ég maður rétt að þá yfir 200 fyrirtæki sem að starfa á Keflavíkurflugvelli. Þannig að þarna erum við með risastórt flugvallarsamfélag sem að þarf að sinna og við sem rekstraraðili flugvallarins höfum tekið að því að leiða þetta flugvallarsamfélag. Síðan er það þannig að stjórnarformaðurinn var líka tíðrætt tengistöðuna og það er út af því að við erum svolítið mikið að leggja áherslu á tengistöðuna því að það er tengistöðuna Keflavíkurflugvelli sem að býr til flugtengingarnar og það eru þær sem að skila sér með beinum hætti inn í hagvöxt á Íslandi og þannig eru við að skila inn til lífsgæði og velsældar á Íslandi. Þannig að ábyrgð okkar á Keflavíkurflugvelli er mikil þegar kemur að því með hvað hætti við getum nýtt innan mikilvæga innvið. Annað sem ég langar til að draga athygli að og það er sem sagt framtíðarsýnin sem er þá innst í hringnum og hún er í raun og veru sú að árið 2040 og þá ætlum við okkur að vera búin að tengja heiminn í gegnum Ísland. Og landfræðilega Íslands tækni framfarir þegar kemur að flugdrægni, flugvél og annað slíkt ger það verkum að þetta er ekki eins ómögulegt og það hljómar að tengja heiminn í gegnum litla Íslandið okkar. En þetta gerum við ekki í einu bita og þess vegna höfum við sett okkur stefnu áherslu til ársins 2028 sem er raun og veru að líta svo á að þessi fyrsti fasi því að ná framtíðarsýninni og þá erum við núna að horfa til þess að við séum að ná að byggja upp getu innan Isavia sem styður þá við eina framtíðavöxt flugfélaga sem að velja Keflavíkurflugvöll sem tengistöð. Og út úr stefnuhringnum þá höfum við valið viðskiptavin og flugvallarsamfélag, við höfum valið fyrirtækja menninguna. Þannig að fyrirtækja menning er yfirleitt sá dragbítur sem heldur aftur af árangri hjá fyrirtækjum bara almennt og þetta þannig í öllum heiminum þannig að við höfum lagt sérstaklega áherslu á fyrirtækja menninguna hjá okkur og svo er að stafræn hagræðing og það eru gríðarlega mikið tækifæri til þess að ná ýmiss konar hagræðingu fram í rekstri flugvallarins.
Aðeins viðskiptalíkanið, samhliða þessari stefnuvinnu sem við fórum í hérna árið 2023 að þá sem sagt við uppfærum ekki beint viðskiptalíkanið en við settum með fyrsta skiptinu á blað þannig að við gátum séð fyrir framan okkur raun og veru hvað það var sem við vorum að vinna að. Og það svolítið stærra heldur en ég að birta hérna en það sem ég langaði alltaf að sýna ykkur að það raun og veru bara hvernig við horfum á okkar viðskiptavini. Við lítum svo að við séum með 2 viðskiptavini á flugvellinum sem eru flugfarþegar og flugfélög. Við erum með fullt af samstarfsaðilum á flugvellinum og við erum með fullt af þjónustuaðilum á flugvellinum sem eru þá hluti af flugvallarsamfélaginu. En þetta eru viðskiptavinirnir okkar. Og virðist tilboðið, sem sagt það sem við höfum upp á að bjóða kannski umfram aðra samkeppnisflugvelli áfangastæðurinn Ísland í fyrsta lagi. Við náttúrulega erum með samgöngu innvið á frábærum stað fyrir þá sem vilja komast til Íslands. Og svo erum við að bjóða upp á sem sagt tengistöðuna. Það sem möguleiki til vaxtar. Við erum með nægt landsvæði til vaxtar og svo náttúrulega landfræðilega Íslands býður upp á það að þú getur flogið tiltölulega djúpt inn í Ameríku og Evrópu á smærri vélum, á sem sagt hagkvæmri vélum og vélum sem bera með sér meiri sjálfbærni. Og sjálfbærnin alltaf að fara að vera mikilvægur þegar kemur að bara flugrekstri almennt. Þannig að þetta það virðistilboð sem við erum að veita okkar flugfélögum. Og þegar við erum að horfa á flugfélöguna þá framúrskarandi rekstrarhæfni grunnurinn að árangri. Það þýðir það að við þurfum að leggja mikla áherslu á það að vera samkeppnishæf í kostnaði, tíma og öðru, áreiðanleika og öðru slíku. Nú þegar kemur að farþegunum að þá þetta svolítið sami tónninn, það aðgangur að Íslandi til farþegan. Ef farþegar vilja heimsækja Ísland að þá bjóðum við upp á leiðina til þess. Fyrir tengifarþega þá erum við að bjóða upp á fjölmarga tengimöguleika í tengistöðun okkar. En grunnurinn að árangri þarna snýr kannski meira að þægilega og góðri ferðaupplifun fyrir þessa farþega. Af því að það eru flugfélögin sem þurfa að koma og fara á réttum tíma. Farþeginn fylgir náttúrulega flugfélögunum en til að farþeginn sé tilbúin að koma til okkar aftur og sérstaklega tengifarþeginn að þá þarf að vera til staðar þægilega og góð ferðaupplifun á flugvellinum. Og þetta svolítið ástæði fyrir því eins og formaður koma inn á áðan líka að áherslan til næstu ára mun snúa að þjónustuveitingu á flugvellinum. Það til þess að tryggja það að tengifarþeginn sem fer flugvöllin sé reiðubúin að koma til okkar aftur. Nú aðeins þá að þróunar áætlun flugvallarins og þá ætla ég að horfa aðeins til flugstöðva byggingarinnar og svona aðeins til að byrja með að þá svo mikilvægt að að því að við gleymum okkur stundum sem að vinnum í þessu dagsdaglega að þessi mynd sem við horfum að að hún verður svolítið bara sem við þekkjum það vel en svona til þess að setja aðeins svona áttirnar inn í þetta. Að þá á þessari mynd sem upp á skjánum núna að það Austur-Álman sem við tókum í notkun núna í mars eða bara fyrir nokkrum dögum. Við erum að horfa eitthvað sem heitir tengibygging sem kemur í kringum rauða tengibygginguna milli norðurbyggingar og suðurbyggingar. Næsta framkvæmd sem við förum í samkvæmt okkar áætlun og það að fara í fyrsta fasa á þessari tengibyggingu sem innan hringsins sem sést á skjánum núna. Austur-Álman framhaldið sem við sjáum fyrir okkar að við munum halda áfram að byggja til austurs í framhaldið af þeirri byggingu sem við erum nýverið búin að taka í notkun og þar munum koma landgöngubrýr sem að gjörbreyta þjónustuna á flugvellinum. Stæði 10 sem framkvæmd sem mun klárast á þessu ári sem þjónustubæting í suðbyggingunni og svo það bygging utan farangurskerfið okkar en farangurskerfið okkar við erum að keyra það á það miklum afköstum í dag við sjáum fyrir okkur á næstu örfá árum að þá munum við þurfa að bæta þau afköst. Þannig ég vildi bara henda þessu aðeins fram til þess að aðeins að áttsetja í raun og veru það sem ég að fara að segja núna eftir. Nú uppbygging síðustu ára frá árinu 2020 til 2024 og þið sjá að þetta í gegnum heimsfaraldurs árin líka að þá höfum við fjárfest fyrir 55,4 milljarða króna á Keflavíkurflugvelli. Og meiri hluti þessara fjárfestinga tengjast þróunaráætlun flugvallarins. Stærsta einstaka framkvæmdin Austur-Álman sem eru 30 milljarðar. Svo hefur við verið að setja 5,5 milljarða í hönnunarvinnu vegna þessara tengibyggingar sem nefndi áðan og fasa 2 í Austur-Álmu. Og þegar maður horfir á þessar tölur, þetta eru stóra tölur, en það sem við erum búin að sjá og okkar reynsla svo að það að leggja þetta mikla áherslu á hönnunarvinnu ger það verkum að við erum að ná að skila okkar framkvæmdum á tíma og á fjárhagsáætlun. Og okkur tókst að gera það með Austur-Álmuna sem var 30 milljarða króna verkefni, gríðarlega flókið verkefni en okkur tókst engu að síður að skila því af okkur á fjárhagsáætlun og á tímaáætlun
og það tengist því að við erum að leggja alltaf í mjög vandaða hönnunarvinnu á því sem við erum að gera. Við byggðum fyrstu akbrautina sem að byggð hefur verið af Íslendingum, sem sagt þegar Íslenska ríki fékk flugbrautakerfið til afnota, að þá var búið að byggja allar akbrautir, þannig að þetta í fyrsta skipti sem Íslendingar byggja akbraut á Keflavíkurflugvelli og svo fórum við í viðhald og svo þessa stækkun á suðurbyggingunni. Þannig að þetta svona þessar stæðstu framkvæmdir sem við höfum verið í síðustu árin. Nú aðeins Austurálmuna, hönnun á henni hófst 2018, tókum fyrstu skóflustunguna 1. júní 2021. Höfum svo verið að taka henni í notkun í skrefum, tókum nýtt farangursflokkunarkerfi og komusal í notkun 2023 og það var algjör gjörbylting þar sem að þáverandi farangursflokkunarsalur var löngu sprungin. Komuverslun Fríhafnarinnar á fyrstu hæð, hún var stækkuð og nýtt veitingasvæði opnaði á annarri hæð í fyrra, 2024, og svo í mars á þessu ári að þá opnuðum við nýtt biðsvæði og 4 hlið með landgöngubrúm ásamt 2 rútuhliðum og það þá komið í notkun núna. Nú framkvæmdir sem eru framundan og nú ekki oft gaman að sýna einhverja myndir en það sem ég ákvað að gera er að hendi nokkrum tölum og og eins og komin á þann að þá er þetta mikilvægur vettvangur til þess að einmitt að eiga þetta samtal við hluthafana líka á formúlegu vettvangi. Þetta raun og veru það sem við sjáum fyrir okkur árunum 2025 til 2030 að við séum að framkvæma fyrir 86 milljarða á Keflavíkurflugvelli og þetta eru þessi tengibyggingin og austurvængurinn og allt þetta sem ég fór aðeins yfir áðan og það sem við erum að gera með því að raða þessum framkvæmdum í þessa röð að þarna erum við raun og veru að búa til í raun og veru leið til þess að skila sem hraðast þessari þjónustu upplifun sem við viljum bæta á Keflavíkurflugvelli. Í dag þá erum við ekki að uppfylla okkar eigin þjónustumarkmið og þú var einu verið gert með það var einu upplýst ákvörðun á sínum tíma. Það var bara gríðarlega eftirspurn frá okkar viðskiptavinum, okkar flugfélögum það að bæta við afköst, þannig að við erum búin að vera að keyra óbúslega mikið á afkastaaukningu síðustu ára og nú þannig komið að þurfum aðeins að staldra við og fara að horfa á þjónustuna og þessa framkvæmdir sem við erum að horfa á skjánum snúa að stærstu leyti að minnsta kosti næstu 3 árin að þjónustuveitingunni og það er svo í kringum árið 2029 til 31 sem við förum að sjá það afkastaaukninguna aftur og við sjáum fyrir okkur að þetta muni gerast 86 milljarðar sem er komin á áðan og mér langar til að nefna þetta líka að þessi vís er aldrei of oft kveðin að framkvæmdir á flugvöllum eru bara í eðlisínu framþungar. Og ef við tökum til dæmis bygginguna sem við tókum í notkun núna Austurálmuna, hún kostar 30 milljarða. Hún er ekkert að fara að nýtast okkur á fulli tengibygginguna fyrir en við erum búin að búa til tengibygginguna, fyrir en við erum búin að byggja sem sagt næsta fasa í Austurálmunni, þar sem fólk fer að flæða í gegnum þessa tilteknu byggingu. Þannig að það tekur óbúslega mörg ár fyrir þessar stóru framkvæmdir að byrja að skila tekjum. Þannig að við sjáum fyrir okkur að til þess að geta náð þessum árangri sem aðeins stemt að þá munum við eins og formaður kom inn á áðan að sækja nýtt hlutafé og það þarf að gerast á árunum 2026 til 2028. Og það er núna í mínum huga þá er það stóra verkefni nýra stjórnar og mitt að tryggja það að hluthafinn fái nægilega skýr gögn og skýrar upplýsingar til sín til þess að geta tekið upplýst ákvörðun um það hvaða leið verður farin til framtíðar. En við getum ekki alveg sleppt myndunum og þannig að þetta er þá sem við myndum þá sjá 2029 að þá er veit ekki hvort að bendillinn sést ég hef ekki búin að hugsa fyrir því, en þarna sjáum við þá svona fyrir miðri mynd til vinstri að þá er búið að búa til fyrsta fasa að þessari á tengibyggingunni og svo 2031 að þá er komin akkurat fyrir miðri mynd að þá er komin annar fasi á Austurálmunni þar sem við erum þá komið með fleiri tengibýr og bara til að horfa á stærðina í þessu að þetta þá raunveru bara fyrsti áfangin af 3 sem að munum koma svipa stórið þannig að við sjáum að þessari mynd hvað þeir upp í staði, hvað þetta mun ná langt til austurs og raunveru það bara flugbrautin sem að gera það verkum við förum ekki lengra. Þannig að þetta verður raunveru yfirferðin sem að mig langaði til að fara yfir á fundunum varðandi þessu uppbygginga áform komandi ára. Takk fyrir. Þakka Sveinbirni fyrir þetta, en hann getur nú ekki stoppa lengi þarna því að nú erum við komin að lið 5 sem er starfsemi ársins og reikningar félagsins útskýrðir og Sveinbjörn taka það að sér. Gjörðu svo vel Sveinbjörn.
Takk fyrir. Við ræddum þetta aðeins fyrir fundin hvort að ég ætti að kynna sjálfa mig til leiks. Allt þetta var svona stutt á milli en við ákveðum að halda formuleikheitunum. Það var þannig að þetta var upplýst ákvörðun að gera þetta með þessum hætti. Nú aðeins starfsemi ársins þá ætla ég bara að fara yfir svona það sem helst kannski áhugavert í ársreikningunum okkar fyrir síðasta ár og þetta ársreikningur samstæðunar. Þar sem við erum með sem sagt Keflavíkurflugvöll, innanlandsflugvöllina, flugleiðsöguhlutann og fríhöfnina. Nú við horfum á rekstrarreikningi fyrst, þá erum við að sjá að það 15% aukning rekstrartekna á milli ára. Þessi aukning drifin áfram annars vegar að fjölgun farþega Keflavíkurflugvöll og hins vegar í aukningu yfirflugs í flugstjórnarsvæði Isavia ANS. Á sama tíma þá stóð fjöldi farþega í innanlandsflugvallakerfinu nokkuð í stað, fækkaði lítillega. Það hefur verið aðeins erfitt uppdráttar innanlandsflugvallakerfið á síðustu árum. Það hefur verið mikil viðhaldsskuld í gangi þar og raun og veru miðað við þau fjármagnu sem ríkið veitir inn í innanlandsflugvallakerfið þá má eiginlega segja að það sé verið að vinna að starfsfólk þess félags sé að vinna kraftaverk á hverjum einasta degi við að halda þessu gangandi og að halda örygginu óskertu sem náttúrulega gríðarlega mikilvægt. Við sáum aukinn kostnað á árinu, laun og annar starfsmannakostnaður að hækka 13% og þar af 6,3% vegna fjölgun í meðalfjölda starfa. Þannig helmingurinn af þessari hækkun launa má rekja til launaskriðs. Við finnum fyrir því að það launaþrýstingur í landinu og sem sagt okkar rekstur mannafla frekur, mikil mannafla þörf, þetta ljótt orð að segja mannafla frekur en það mikið þörf á mannskap í okkar rekstri. Þannig að við finnum vel fyrir launaþrýstingnum sem út á markaðinum. Annar rekstrarkostnaður að hækkun 17%. Við erum með ákveðin einskiptiskostnaðan inni, það niðurstöður í dómsmálum vegna WOW og Air Berlin sem að fara undir annar rekstrarkostnað og svo ákveðum við svona til að fór að líða árið að setja aukna áherslu á fyrirbyggjandi viðhald. Það óbúslega kostnaðarsamt ef við missum viðhaldið frá okkur og það líka viðhaldsskuld á Keflavíkurflugvelli. Þannig að við settum ákveðna áherslu á fyrirbyggjandi viðhald á árinu og það jók rekstrarkostnaðinn okkar lítilega milli ára líka. Enga síður að þá ágætis aukning á rekstrarafkomu fyrir afskriftir, EBITDAn, að hún að hækka 2,5 milljarð á milli ára. Og það raun og veru mjög mikilvægt að við séum að leggja mikla áherslu á það að ná EBITDAn svona upp því eins og við sjáum hér að þá eru afskriftir byrjar að aukast vegna framkvæmda á Keflavíkurflugvelli. Leið við förum að taka þessar stóru og miklu framkvæmdir í notkun að þá aukast afskriftir tiltölulega hratt þannig að við þurfum að vera mjög vakandi yfir því að við séum að ná að fylgja því eftir með bættum árangri í rekstrinum okkar. Það benda sérstaklega á gengismunin, það jákvæða gengismunir upp á 2 milljarða í rekstrarreikningnum og hann tilkominn vegna þess að við erum bara töluvert skuldsett í erlendri mynt og það líka upplýst ákvörðun, það bara lægri vaxtakostnaður og skilur okkur hagræði þar og meðan að efnahagsreikningurinn raun og veru ræður við þessa áhættu að þá erum við alltaf að vera með þessa gengisáhættu. Mér langar líka til að benda á það að það oft þegar maður sér svona jákvæðan gengismun sem hefur áhrif á heildarafkomuna að okkur finnst þetta notalegt að sjá svo stóru fallegu tölu en við helst viljum sjá krónuna fara í hináttina því að við erum með tekjur í erlendri mynt sem lækka við það að krónan styrkist og svo dregur þetta einfaldlega bara úr samkeppnishæfni áfangastaðarins og flugvallarins. Þannig að þetta ekkert endilega jákvætt en þessi tala það bara mikilvægt að benda á hana að hún að hafa áhrif á heildarafkomuna. Þess vegna horfum við alltaf innanhús töluvert meira á afkomu fyrir afskriftir. Þannig að heildarafkoma ársins þá að batna 3,1 milljarð á milli ára. Nú efnahagsreikningurinn, ef við horfum á eignarhlutann fyrst, þá hækkun rekstrarfjármuna að mestu tilkomin vegna fjárfestinga á Keflavíkurflugvelli. Handbært fé að lækka töluvert mikið vegna fjárfestinga. Vorum með byrjun síðasta árs rúma 15 milljarð í handbært fé. Það var tilkomið út af því að við fórum seinnipart ársins þar á undan, þá fórum við endurfjármögnun á skuldum, gáfum út skuldabréf og vorum með ríflega stöðu handbærsfjár og það var í raun og veru bara upplýst ákvörðun líka að við vildum eiga töluvert handbærsfé inn í þetta stóra framkvæmdaár sem við vissum að vera framundan og við höfum í raun og veru gengið á handbærsfé líka með upplýstum hætti. Við höfum ekki tekið ný lán fyrir þeim framkvæmdum sem við höfum verið í, heldur fjármagnað fullu með bara handbæru fé úr rekstri og handbæru fé sem við áttum í byrjun árs.
en enga síður að það var aðgangur á handbæru fé áramótin, hann góður. Til viðbótir við þetta þá erum við með 7 milljarða í óvátrygnum skammtímalínum. Þannig að efnahagsreikningurinn að fara úr 112 milljörðum í tæpa 115 milljarða. Eigið hlutafé til lok árs nam 43%, hækkar úr 39% og það bara að stærstur hluta vegna afkoma ársins sem að færist yfir eigið fé. Nú við horfum á skuldahliðina að það voru skuldir að lækka milli ára, lækkun 3,4 milljarða. Eins og komin á hana þá vorum við ekki að taka neinn ný lán á árinu, heldur fjármögnuðum allt með handbæru fé og í ársbyrjun og handbæru fé frá rekstri. Við sjáum fyrir okkar að við munum að þessu ári þurfa að fjármagna framkvæmdirnar okkar með lántöku sem bara eðlilegt í svona rekstri og mikilvægt líka að hafa það bak við eyrað að þegar við erum í svona mikilli innviða uppbyggingu að þá er mjög mikilvægt að við séum að fjármagna bara með lántökum af því að það er ekki tiltölulega auðvelt. Það er tiltölulega svona, það er tiltölulega margir aðrar sem eru tilbúin að lána inn í svona innvið uppbyggingu en auðvitað er þannig að lánaskilmálar þurfa að efnahagsreikningurinn þarf að geta staðist lánaskilmála. Sjóðstreymið, það einn liður sem langaði bara til að benda á, hann pínlítið tæknilegur þannig að við skulum ekkert kannski staldra of lengi við en það var það mikil sveifla að ég vildi bara benda á það að árið 2023 og það var flugumferð í flugstjórnarsvæðinu okkar umfram áætlun og þarna að koma út úr heimsfaraldrinum og endurheimtin og hún var töluvert hraðari heldur en okkar áætlun gerir ráð fyrir og sem sagt fyrirkomulagið í innheimtu yfirflugsgjalda með þeim hætti að þú innheimtir á kostnaðargrunni. Miðað við þá áætlun sem þú ert að vinna með þannig að við innheimtum einfaldlega bara meira til okkar heldur en sem sagt kostnaður af með veitingu þjónustunnar og það myndast bara í bókunum skuld sem við skilum tilbaka 2 árum seinna. Það er svona tæknilega útfærslan á þessu en mér varst mikilvægt að benda á þetta því að samkvæmt ef við horfum á handbært fé frá rekstri að þá er það að fara úr 10,5 milljörðum 2023 niður í tæpa 9 milljarða 2024 en ef við leiðréttum fyrir þessu einskiptis áhrifum að hluta til vegna heimsfaraldursins að þá er sem sagt handbært fé frá rekstri að styrkjast á milli ára í grunnrekstri félagana. Við fjárfestum fyrir 18 milljarðar króna hjá samstæðunni og þar af 16,8 milljarðar króna á Keflavíkurflugvelli og staða handbærsfjár í lok árs þá upp á 5 milljarða rúma og tæpa 6, hann gerir svo grína mér út af glerunum formaðurinn á hann, ég kann ekki vera setja upp fyrir fram að salin en staða handbærsfjár enga síður, hún góð en svo eigum við líka aðgang að þessum lánalínum upp á 7 milljarða þannig að sem sagt sú skuldbinding sem til staðar nú þegar gagnvart verktökum öðru og hún í raun og veru að fullu fjármögnuð inn í árið þannig að það ekkert ágefni þar. Nú að lokum þá langar við til að benda á þetta starfshátayfirlit sem í ársreikningnum okkar og þar höfum við núna bara í mörg ár birt þetta starfshátayfirlit bara svo lesandi ársreikningsins geti átt að svo því hvaðan í raun og veru ákoman að koma innan félagsins og þannig erum við bara með greinum á milli Keflavíkurflugvallar og innanlands flugsins, flugleiðsöguþjónustunnar og fríhafnarinnar. Þannig að mér langaði bara til þess að ég ætla ekki að fara yfir þetta, bara benda ykkur á það að fyrir áhugasama að þá þessu upplýsingar að finna í ársreikningum okkar. Og þá þessari yfirferð hér með lokið. Takk fyrir. Þakka Sveinbirni fyrir þetta. Þá erum við komin að 7. lið, reikningar ársins 2024 lagði fram til samþykktar. Legg það hér fram til samþykktar. Það er ekki bara rétt upp hendi, það er ekki bara... Þú bara eins og þú ræður, eða segir bara samþykkt. Eða segja samþykkt, já. Þannig að reikningarnir eru samþykktir. Takk fyrir. Þá er það liður 7 sem tillaga stjórnar breytingar á samþykktum en fyrir fundinum liggur tillaga, ég ætla bara að fara beint í sýna ykkur hvernig samþykktina munu líta út eftir þessar breytingar en fyrir fundinum liggur þessi tillaga breytingu á samþykktum sem hluthafinn hefur fengið kynningu á og að ræða 6 tillögur, það er breyting á grein 1.3, 1.4, 3.4 5, 9, 1 og 13.2 og breytingarnar eiga flesta rót sér að rekja til þess að lög samruna opinberu hlutafélagana Flugstoða og Keflavíkurflugvallar nr. 153 frá 2009
og lög nr. 76 2008 stofnun opinbers hlutafélags rekstur Keflavíkurflugvallar og fleira voru felld úr gildi með lögum nr. 65 frá 2023 uppbyggingu og rekstur flugvalla og þjónustu við flugumferð. Og því eru gerðar tillögur breytingar á einstökum ákvæðum gildandi samþykkta sem rétt að færa til samræmis við nú gildandi lög. Og þar á meðal að fella út tilvísun til brottfallinna laga þar sem þar á við og vísa til núgildandi laga. Jafnframt lagt til að fækka varamönnum í stjórn úr 5 í 2 þar sem sá fjöldi talinn fullnægjandi. Ég sýni bara hérna þessar tillögur sem hluthafinn hefur fengið kynningu á og ber upp til afgreiðslu í heild sinni þessar breytingar. Ber þetta upp, það samþykkt. Takk fyrir. Þá förum við í lið 8, kosning stjórnarformanns, en tillaga liggur fyrir að Steinþór Pálsson verði kosinn stjórnarformaður. Tillagan borin upp til afgreiðslu. Tillagan samþykkt og telst Steinþór Pálsson rétt kjörinn stjórnarformaður. Og þá komið að kosningu meðstjórnenda og varastjórnarmanna og tillaga liggur fyrir að eftirtalin verði kosin í stjórn: Ómar Svavarsson, Greta María Gretarsdóttir, Hera Grímsdóttir og Marta Jónsdóttir. Tillagan hér með borin upp. Hún samþykkt. Þá lagt til að eftirfarandi verði kosin í varastjórn. Það Sigrún Dóra Sævinsdóttir og Bjarni Herrera Þórisson og tillagan hér með borin upp. Samþykkt. Tillagan samþykkt og teljast aðilar rétt kjörnir. Ég óska stjórnarfólki til hamingju með kjörið. Við erum þá komin að lið 10, kosning endurskoðanda. Og í samræmi við C-lið 1. málsgreinar 4. greinar laga nr. 46 frá 2016 ríkisendurskoðanda og endurskoðun ríkisreikninga leggur stjórnin til að ríkisendurskoðun annist endurskoðun reikninga félagsins. Tillagan hér borin upp. Hún samþykkt. Tillagan samþykkt og ríkisendurskoðun rétt kjörinn endurskoðandi. Þá erum við komin að tilnefningu utanaðkomandi nefndarmanns í endurskoðunarnefnd og lagt til að tilnefna Auði Þórisdóttur löggiltan endurskoðanda til formanns endurskoðunarnefndar. Tillagan hér með lögð fram og hún samþykkt. Þá erum við komin að lið 12. Það tillaga stjórnar ráðstöfun afkomu félagsins og stjórnin leggur til að afkoman verði flutt á óráðstafað eigið fé. Tillagan hér með borin undir atkvæði og hún samþykkt. Þá erum við komin að lið 13, ákvörðun þóknun stjórnarmanna. Og lagt til að þóknun stjórnarmanna verði eftirfarandi frá aðalfundi félagsins 2025. Stjórnarmaður Isavia fái krónur 255.000 á mánuði. Stjórnarformaður fá tvöföld laun stjórnarmanns krónur 510.000 á mánuði. Varaformaður í stjórn Isavia fá 40% af launum stjórnarmanns krónur 102.000 fyrir hvert setin fund. Þóknun fyrir setu undirnefndu stjórnar verði 30% af launum stjórnarmanns krónur 76.500 fyrir hvert setin fund og þóknun formanns endurskoðunarnefndar verði krónur 230.000 á mánuði. Stjórnarmenn og nefndamenn fá endurgreiddan útlagðan ferðakostnað og tillagan hér með borin undir atkvæði til afgreiðslu. Hún samþykkt. Og nú komið ákvörðun þóknun endurskoðanda en lagt til að þóknun endurskoðanda verði samkvæmt reikningi. Tillagan borin upp. Og tillagan samþykkt. Þá komið að starfskjarastefnu stjórnar Isavia sem liggur fyrir fundinum. Stjórn Isavia leggur til að núverandi starfskjarastefna félagsins verði samþykkt óbreytt á milli ára. Hún samþykkt að hálfu hluthafans. Og þá komið að loka liðnum á dagskráni en það liðurinn önnur mál. Ég veit að fulltrúi hluthafans hefur óskað eftir að fá að segja nokkur orð og jafnframt forstjórinn. Þannig að býð Sveinbirni þá að byrja. Gjörðu svo vel, Sveinbirni. Ágætu gestir, nýkjörinn stjórnarformaður félagsins, Steinþór Pálsson, hafði ekki tök á að mæta á aðalfundin í dag þar sem hann staddur erlendis. En hann baði mig að flytja fundinum kveðju sína, þakka traustið og hann hlakka til þess að vinna með stjórn og stjórnendur félagsins að spennandi og krefjandi verkefni þess. Þannig að þá því hér með bara komið til skila inn á
þennan fund. Og fyrst ég hérna þá langar mig líka til þetta tækifærið og þakka fráfarandi stjórn fyrir gjöfult og frábært samstarf. Þetta búið að vera mjög skemmtilegir tímar, mikið í gangi og viltu séum búin að ná frábærum árangri saman og ég hlakka mjög mikið til þess að vinna áfram með nýri stjórn að enn frekari landvinningu. Takk fyrir. Takk sem byrju fyrir þetta og ég býð Steinu Sigvaldsdóttur frá fjármálaefnarsráðuneytinu að koma í pontu, gjör svo vel. Já, mér okkar nú bara... Það kom í pontu, takk, í mikrofónu. Já, ég þarf nú að segja bara örf og orð. En já, fyrst og fremst langar mér bara til að þakka fyrir mjög greinagóða skýrslu stjórnarformanns og greinagóða yfirferð hjá forstjóra yfir uppbyggingar áformin og reikningana til hamingju með þá, við lítum vel út. En mér langar til þess að bara skila kveðju frá ráðherra og fyrir hans hönd að þakka fráfarandi stjórn fyrir góð störf og bara gefa henni gott klapp. Og eins bara að óska nýkjörinu stjórn til hamingju með kjörið og við bara hlökkum til að vinna með ykkur áframhaldandi uppbyggingu hjá Isavia. Klappum fyrir ykkur. Takk fyrir þetta, Steinunn. Það þá ekki fleira á dagskrá aðalfundar, en áður en ég slít fundið og minni á að ársskýrsla félagsins komin á heimasíðuna og þar að finna mjög mikið magn af áhugaverðum upplýsingum, bæði fjárhagslegum og ófjárhagslegum, svo ég hvet alla til að skoða hana. Ég vil þakka öllum þeim sem komu að undirbúningi fundarins og þakka fyrir mig og segi hér með fundi slitið. Ég hef gleymt að biðja heimild fundarins til að ganga frá fundargerð og óska hér með eftir því. Af sleitunum. Takk fyrir það.